Sæl Birgir Þór heiti ég, þið eru að horfa á íslenskar akstursíþróttir og í kvöld ætlum við að skreppa til Swindon á Englandi eða í Englandi og fylgjast með fyrstu umferð Formula Offroad Open sem framfór á sunnudaginn eða í gær. Þarna voru mættir 5.000 breskir áhorfendur á svæði sem að venjulega er notað undir motocross-keppnir. Motocross-keppnin sem átti að fara fram þarna fyrir viku síðan var hins vegar aflýst sökum þess að svæðið var svo blautt að það var ekki hægt að fóta sig þarna og ekki hægt að keyra. Við ætlum að skella okkur beint í torfæruna og fara hratt yfir sögu. Hér er Gísli Gunnar Jónsson í fyrstu braut og fast á hæla honum kemur Sigurður Þór Jónsson. Þetta var tímabraut og Gísli Gunnar Jónsson náði hann 7. besta tímanum og tók þar að auki 4 dekk og 40 refsistig og hann fekk ekki með 180 stig. Sigurður Þór Jónsson gerði betur, náði öðrum besta tímanum, 2 sekúndum betri tíma og kom að vísu við 1 dekki meira en náði öðrum besta árangrinum yfir heildina 220 stig, 40 stigum meira heldur en Gísli Gunnar Jónsson. Þá var það Guðmundur Pálsson. Ökumaður sem að nýtur sín best þegar að hann á að komast í gegnum þröng og erfið hlið. Hér missir hann hins vegar stjórn á bílnum og tapar miklum tíma og það kom niður á sporinu hjá honum. Hann fékk aðeins 90 stig fyrir þessa braut, 13. besti tími. Þá er það Ásgeir Jamil Allansson, vanur að vera með góðan tíma. En drepur hér á. Og einhverju hluta vegna þá var hann sagður með 70% brautar eingöngu að hann hafi ekki lokið braut og fékk því ekki nema 82 stig. Ég sá hann nú ekki sleppa hliðið þarna en hann hefur augljóst gert það. Þá var það Gunnar Egilsson á Egilsgullinu. Er ávallt með góða tíma og náði besta tímanum í þessari braut, 20 sekúndur og 73 hundruðustu. Og tók þar með forystu í keppninni með 250 stig. Hann felldi 5 dekk þarna á leið sinni brautina og þá var það Gunnar Gunnarsson á trúðnum. Og það var ekkin upphittunarkeppni eða æfingakeppni á laugardaginn með 4 þrautum. Þar sigraði Ragnar Róbertsson og í þeirri keppni var landið þurrt. Hér hafði hins vegar rignt og var orðið mjög hált og keppendum brá því svolítið við eftir að hafa ekið 4 þrautir í þurrum. Hvað leirinn er háll. Páll Antonsson náði 11. besta tímanum, fékk 140 stig og þá var það Haraldur Pétursson á Músó. Mun léttari bifreið heldur en hjá öðrum keppendum og er aðeins með 6 strokka vél sem er léttari en mjög snögg að svara og Haraldur Pétursson nær hér 3. besta tímanum, fékk 250 stig. Rafn Arnar Guðjónsson átti ekki 7 dagana sæla, það bilaði hjá honum rétt fyrir keppnina. Skipting. En hann lýkur hér tímabrautinni og Rafn Arnar reyndar aðeins 50% af braut. Hann lauk ekki við brautin heldur fór út úr henni og fékk því hann 70 stig. En hér er kominn Arne Jóhannesson frá Noregi. Þessi bifreið hefur verið notuð til þess að keyra í drulluakstri. Þá er öðruvísi hjólbarðar á henni en þá er ekið beint samhliða í kappakstri við annan bíl. Tiltölulega stutta vegalengd en í mikilli drullu. Nú Arne Jóhannesson keppir í sænsku mótaröðinni sem við erum farin að fylgjast með. Þá er það Hans Macki sem kemur frá Svíþjóð. Og hann hittir ekki hér á endahliðið, aðeins 95% brautar og aðeins 112 stig. Nú Kenneth Fredriksson kemur einnig frá Svíþjóð eins og Hans Macki. Þessir 3 komu frá Skandinavíu. Von hafði verið á Bo Ibsen frá Danmörku en hann átti ekki heimangengt í þessa keppni.
og Kenneth Fredriksson nær hér 10. besta tímanum, fær 140 stig og þá það Ragnar Róbertsson sem sigraði í æfingakeppninni daginn áður. Það sem gripið var hreint út sagt ótrúlegt, það var eins og ekki væri á malbiki hvort sem var verið að aka í hlíðunum eða ekki. Fyrstu 2 þrautirnar í Swindon voru léttar og svolítið upphitun og reknar klukkan 11 á sunnudagsmorgninum. Ragnar Róbertsson náði 5. besta tímanum 23:98 og fekk 200 stig og var þar með í 3. sæti. Eftir þessa fyrstu þraut þá var það Björn Ingi Jóhannesson og Fríður Greis. Tími hans 25:68, 8. besti tími og 170 stig. Nú Daniel Ingimundarson mætti ekki þessa þraut sökum þess að vélin hafði bilað hjá honum daginn áður í æfingakeppninni og Benedikt Ásgeirsson hafði velt sínum bíl á talsverðum hraða og eyðilagt veltibúrið auk þess sem hann tognaði í baki og var því ekki með í þessari keppni. Þá komin hér Gunnar Ásgeirsson á erninum. Hefur nú oft ekki hraðar í tímabrautum en þetta. Gunnar Ásgeirsson, þú ert búinn að klára eina þraut. Hvernig að aka í þessu efni sem hér miðað við það sem heima? Þetta eins og í gær þá var þetta miklu harðara, það mjög gott grip hérna, þannig að dekkin hérna skiptir ekki máli, í dag það aðeins sleipar hérna, þannig að þetta allt öðru sem heima, það mikið meiri sandur og þá virka ausurnar og svona, þannig að kemur smá munur milli bíla þar, í dag virðist ekki skipta máli. Verður þetta kannski meira spurning hæfni ökumanna frekar en það hversu vel bílarnir eru búnir í dag? Já, mér sýnist að vera það, þetta snýst það. Meiri ökuleikni bara. Takk fyrir að gangið vel. Og hér verið að eiga við flot í Blöndungi en staðan eftir fyrstu braut Gunnar Egilsson leiðir með 250 stig, í öðru sæti Sigurður Þór Jónsson, í 3. sæti Gunnar Gunnarsson og Haraldur Pétursson í því 4. með jafnmörg stig ásamt Ragnari Róbertsinni. Gísli Gunnar Jónsson í 7. sæti með 180 stig. Það var þraut nummer 2, þar áttu menn að takast á við hliðarhalla og þetta Guðmundur Pálsson og hann gerir sér lítið fyrir og fer hér á 300 stigum, besti árangurinn í þessari braut en hann var hins vegar ekki með góðan árangur í tímabrautinni, fekk aðeins 90 stig út úr þeirri þraut þannig að hann var aðeins komið með 390 stig. Það Ásgeir Jamil Allansson, sjá að þetta svolítið hált. Þetta bara síðasta hliðið í brautinni og Ásgeir Jamil Allansson náði 5. besta árangurinn 250 stig. Gunnar Egilsson, 280 stig til hans, annar besti árangurinn í brautinni. Rafn Arnar Guðjónsson var fyrir því að það kviknaði í bílnum hjá honum og það var reyndar ekki í eina skiptið í þessari keppni. Víkjum nánar að því síðar. Páll Antonsson var í 9. sæti fyrir þessa þraut en fer hér upp á 280 stigum og kemst þar með upp í 5. sætið. Þá það Ragnar Róbertsson. Var í 3. gerir þetta vel, 280 stig og kemst þar með upp í 2. sætið. Þá það Gísli Gunnar Jónsson. Hann var aðeins með 7. besta árangur í fyrstu braut. Og hér hefur hann verið nokkuð grófur í dekkjónum. Hann safnar upp mörgum stigum. Þetta miklu hallaheldur en að hann heldur. Og meiri sér svo hált að það sem við höfum nú ekki oft séð til Gísla, hann stoppar hérna á kviðnum og þetta 13. besti árangur í braut. Hann fær aðeins 130 stig og í 11. sæti þegar hér komið sögu. Staðan eftir 2 brautir, Gunnar Egilsson leiðir með 530 stig, þá Ragnar Róbertsson í öðru sæti með 480, Sigurður Þór Jónsson með 470 stig, Haraldur Pétursson í 4. sæti með 430, þá Páll Antonsson með 420 stig í 5. sætinu og Björn Ingi Jóhannsson með 410 stig og þá var haldið í 3. braut og þar var Páll Antonsson fyrstur og hér þurfti að fara yfir haug af drullu. Og hér reyndist nú drullan heldur, sleipari heldur en gert hafi verið ráð fyrir og menn sáu fram á það að
þessi keppni myndi taka daginn ef að ætti að reyna að setja alla bílana í þetta. Þarna situr Páll Antonsson fastur. Keppnisstjórn tók þá ákvörðun að breyta brautinni og bjóða Páli Antonsinni að fara aftur sem hann þáði og fekk að fara síðastur. Brautin breyttist eins og var svo mikið að flestir fóru þessa braut af heilum 300 stigum. Kannski ekki alveg 300 stigum en 280 stig var skor margra. Páll Antonsson lenti hins vegar í því að það bilaði hjá honum stýrisbúnaður þegar hann var að brölta þarna niðri. Hann náði ekki að gera við hann til þess að komast í brautina og satt því eftir með sárt ennið. Fekk aðeins 60 stiga meðan aðrir keppendur voru að fá eins og sagði áðan 280 stig og kannski örlítið minna en það. Hann gerði athugasemd við þetta, dómnefnd tók á málinu og ákvað að láta það standa sem að hafði verið gefið út á pappír og það nú þannig að Páll Antonsson getur og ég hef það eftir nokkuð áreiðanlegum heimildum ætlar að áfrýja þessu til æðra dómstigs hjá LÍA. Þá mun verða tekið á þessu máli og hugsanlegt að þessi braut verði felld niður. En staðan eftir 3 brautir: Gunnar Egilsson efstur með 780 stig, Ragnar Róbertsson með 760 stig. Við sjáum að munurinn hefur minnkað og Sigurþór Jónsson í 3. sæti með 710 stig. Nú næstu 3 þrautir reyndust mun auðveldari heldur en gert hafði verið ráð fyrir. Grasið sem að átti að vaka á þarna var nánast eins og lím fyrir dekkin á þessum bílum og átökin voru nánast engin og því breyttist staðan ekkert í þessum 3 brautum. Flestir keppendur voru að fá fullt hús stiga. Og þó reynt hefði verið að búa til stalla í brautina og þrátt fyrir að brautin sé hörð og mjög stöllótt að þá áttu íslensku bílarnir og þessi hönnun sem að hefur skapað þessa bíla ekki í neinum vandræðum með að takast á við þessa brekkur. Og holur sem að venjulega grafast í lausum jarðvegi í gryfjum hér á Íslandi breyttust ekki neitt. Og staðan hefur því nánast ekkert breyst hér þegar að 2 þrautir eftir staðan þannig að Gunnar Egilsson leiðir með 1680 stig. Sigurþór Jónsson þar á eftir með 1610 ásamt Ragnari Róbertsinni. Haraldur Pétursson 1580, Guðmundur Pálsson 1570 og Gunnar Ásgeirsson 1560. Og það stemdi hér í hörkuslag í síðustu 2 brautunum og síðasta brautin var tímabraut. Daniel Ingimundarson sem að gerði sér nú bara lítið fyrir og skipti vél á miðjum keppnisdegi sem mættur hér í brautina og kemur hér aðeins of beinn inn í þetta hlið, nær ekki beyjunni og það lekur eitthvað á bílnum hjá honum. Svona alveg við það að vera út úr braut en klóra sig samt og upp að fer hann og aðeins síðasta hólan eftir og það flæðir úr honum þarna vökvi en hann fer nú samt sem áður upp en 150 refsistig gerði það verkum að hann hafði aðeins 150 stig út úr þessari braut og var þarna þegar hér var komið sögu í 14. sæti. Þá var það Gunnar Ásgeirsson. Var í 7. sæti fyrir þessa braut, laglega gert hjá honum hér. Hittir hér beint í gegnum hliðið. Nú bara að ljúka þessu á þess að snerta dekk hér í endahliði. Það gerir það þó tapar við það 10 stigum, nær besta árangur í brautinni 290 stig og skýst þar með upp í annað sætið, Gísli Gunnar Jónsson. Var í 8. sæti þegar hér var komið sögu, tíma var hann í 13. sæti. Ætlar hann að ná þessu? Já, nei, hann tekur þarna 1 dekk. Tók að gróflega og snerti dekkið gula hérna og tapaði 60 stigum, fekk hans 240 stig fyrir brautina. Það var reynda nokkuð góður árangur, 3. besti árangurinn, 4. Sigurþór Jónsson. Hann
ekki jafn auðvelt með að ná þessari beygju og aðrir. Sigur orðinn mjög léttur og ekki taka nú hjólinn mikið á. Það greinilegt að það eitthvað að gefa sig þarna. Aflið úr vélinni skilar sér ekki út í hjól eins og við heyrum og girkassin var farin hjá Sigurði og það þurfti að toga hann upp og síðan fór hann og allt hans lið í það að skipta girkassa, en hér kominn Guðmundur Pálsson. Var í 5. sæti. Sigurður Jónsson var í öðru sæti, hrapaði niður í 4. sæti við þetta með girkassan og Guðmundur Pálsson lendir hér í einhvers konar bilun. Það er að rjúka hér úr bílnum hjá honum og ekki að dafl, engin átök, 13. besti árangur í braut og er kominn þarna niður í 8. sæti. Það var það Ásgeir Jamil Allansson. Gert, mér sýndist það nú samt snerta þarna dekkið, hárfínt og hann nær beyjunni eða hvað, já, hann hangir hér inn í braut og hittir beint á liði, vel gert hjá honum. Þá síðasta hindrunin eftir. Wow. Sjáu hvað hann gerir, hann rekur hann í bakkýr. Og þetta kunnu fjölmargir áhorfendur vel við. Sjáum það hvernig afturhálsingin skuttlast undir bílinn þegar hann er kominn í bakkýrin og hann hneigir sig fram. Stórglæsilegt hjá Ásgeiri Jamil Allansinni. Takið nú eftir hvernig hann lítur út úr bílnum. Já, ég er nú farin að halla ansi mikið. Hér er bakkýrin, takk. Þetta heitir að halda haus. Og Ásgeir Jamil Allansson hlaut til 3 verðlaunin í götubílaflokki og sigraði reyndar í þeim flokki. Hann hlaut 240 stig fyrir þessa braut. Þá er það Gunnar Egilsson. Leiddi hérna. Já, upp á fer hann. Þetta er að verða hálla eftir því sem að kemur meira af þessum stráum sem að eru svolítið safarík. Niður í leirinn þar sem að grasið sprettur ekki. Við sjáum að Gunnar þarf að taka hressilega á þarna. Og nú voru áhorfendur farnir að skemmta sig konunglega, farnir að heyra íslensku tækin á botngjöf. Með nýtróið inni og 7, 8, 900 hestöflin öll í gangi og þetta kunnu þeir að meta. Gunnar Gunnarsson, þetta var ekki hans dagur. Átti mesta basli með bílinn í þessari keppni. Var í 13. sæti þegar hér var komin sögu. Hittir illa hérna á hliðið. Þetta eru 160 refsistig. Upp á fer hann í 300 stiga hliðið, 11. besti árangur og er í 13. sæti. Páll Antonsson er hér í 10. sæti. Væri svona það bil í 7. sæti, jafnvel framar. Ef hann fengið 260 stig en ekki bara 60 stig fyrir brautina þá væri hann í 5. sæti, 10 stigum á undan Guðmundi Pálssyni fyrir þessa braut þar að segja. Og Páll Antonsson nær 3. besta árangurinn hérna, 240 stig, 60 refsistig, þá var það Haraldur Pétursson. Og svo fær maður allt í hérna tilfinninguna hér að bíll Haraldar sé of léttur. En upp á fer hann, það er eins og farið þarna yfir dekk sem að Haraldur hefur nú oft áður ekki þurft að gera með þessum hætti. Hann tapar hérna 60 stigum og hans makki Arni Jóhannsson var þarna hættur keppni með bilaðan bíl og var í 16. sæti með 400 stig.
afsakið 15. sæti með 1070 stig því Rapp var í 16. sæti. Hans Makki fer hérna upp á nær 210 stigum. Þessi bíl talsvert þyngri heldur en bíl Haraldar og hann er í 11. sætinu þarna með 1392 stig þegar ein þraut er eftir. Það var Kenneth Fredriksson sem að sigraði í fyrstu umferðinni í skandinavísku seríunni, Norðurlanda seríunni án okkar þar að segja, Íslendingana. Og einhverja hluta vegna þá fæ ég líka sömu tilfinninguna hér að bílinn sé bara of léttur. Hann hafi bara hreinlega ekki þyngdina til þess að sé gripa á þessu efni og Kenneth Fredriksson fekk aðeins 130 stig hérna. Þá var það Ragnar Róbertsson. Ragnar var búinn að standa sig eins og hetja var hér þegar hér var komið sögu í öðru sæti með 1610 stig ásamt Sigurði Þór Jónsssyni. En það var ekkert grip þarna eftir og hann fær því aðeins 8-10 stig fyrir þrautina og hrapar við það niður í 7. sæti. Björn Ingi Jóhannsson. Og sjáu þetta án átaka þá ekur hann hér upp. Einhverja hluta vegna miklu meira grip á sama jarðvegi eins og við höfum séð aðra menn vera að berjast hér við. Og staðan þegar að ein þraut var eftir, Gunnar Egilsson í efsta sæti með 1950 stig, Gunnar Ásgeirsson kominn upp í annað sæti með 1850, Haraldur Pétursson aðeins 30 stigum þar á eftir og 20 stigum þar á eftir Sigurður Þór Jónsson og menn voru að skipta girkassa í honum og Gunnar Egilsson fór fyrstur að staði í þessa síðustu braut. Tímabraut með drullu pitti. Við eigum eftir að sýna meira frá þessari keppni. Þetta er unnið með miklum hraða í dag því myndir frá þessari keppni og myndatökulið kom til Íslands í nótt. Og Gunnar Egilsson hika nú hérna smá stund. Og hann nær hér ágætum tíma. Gunnar Egilsson náði hér þriðja besta tímanum í þessari braut, 40 sekúndur og 800 og tryggði sér þar með sigurinn. Þetta var nóg til þess að ná sigri í þessari keppni og fyrir alla þá sem að voru að horfa þarna á að þá gátu menn séð að pollurinn var ekki grunnur. Gunnar Gunnarsson sat þarna föstur og Páll Antonsson ákvað að festa sig á sama stað eins og hann hafði lent í áður. Og meiri sé Haraldur Pétursson sem að hefur síðan hann smíðaði þennan bíl ásamt fleiri mönnum yfirleitt ekið yfir vatni eins og hann væri að drekka vatn. En hann komst ekki hérna yfir og Ragnar Róbertsson veltir hérna í poll. Nei, hann velti ekki, manni sýndist hann vera að velta og það var ekki laust við að menn væri fljótir á staðinn. Síðan kom Gunnar Ásgeirsson og hann ætlaði sér annarsætið. Og það munaði ekki nema bara örfáum sentimetrum að hann kæmist hérna yfir. Og honum var fagnað vel og greinilegt að þetta tók svolítið á og það var síðan Þorsteinn Pálsson sem afhendi sigurlaunin. Gunnar Egilsson í fyrsta sæti yfir heildina, Gunnar Ásgeirsson í öðru sæti og sigurvegari í götubílaflokki Ásgeir Jamil Allansson, en við sýnum meira frá þessari keppni síðar. Birgir Þór kveður að sinni. Tork til taks í bílnum. Esso-stöðvarnar. Með Monroe höggdeilum færðu betra veggrip og betri bremsu. Bílamust. Tólfsýna íþróttablað alla mánudaga.